Góða kvöldið og verið velkomin í Borgó í beinni. Nú erum við að klára hérna þetta streymi sem við erum búin að vera með frá því að samkomubannið tók gildi og ætlum að slá loka tónin í þetta með Elli tónleikum. Og við erum saman komin hérna bara leikhópurinn úr Elli og við erum svo gaman að vera komin hérna saman aftur sko. Við ætlum að bara spjalla sýninguna og taka nokkur velvalin lög. Yes. Við ætlum reyndar ekkert að syngja mikið. Við erum bara komin til að bara fá að vera með sko. En hérna já, við bara sko kannski gaman að fara yfir bara hvað við lékum í sýningunni. Ég lék Svavar Gests og Eyþór Þorláksson í Elli og þú Hvað leikst þú aftur, Bjössi? Ég varst í sýningunni. Já, þú varst ekki með. Ég trommaði sýninguna og lék hérna seinni eiginmann, Eljar. Já, ég lék fyrsta og þriðja. Já, fyrsta og þriðja. Ég lék Jón Pál. Og fleiri og alls konar. Og alls konar bara, já. Og ég lék Maríu, vinkonu Eljar og svo Sigrúnu Jóns, söngkonu og svo bara eitthvað svona bland í poka. Bland í poka. Bara eitthvað bara. Ég lék bara eitthvað. Já. Þú lést líka apan. Ég lék náttúrulega. Já, við gleymum apan. Segðu frá apanum. Geturðu gert það? Við erum með apagrímuna hérna. Já, það var náttúrulega, þetta ferli var náttúrulega, hérna, og þið náttúrulega lékuðu augljóslega Ragga Bjarna og Elli. Já. Og hérna, kannski þarf ekki að taka það fram. En það var svona fyndið við þessa sýningu, að því að nú náttúrulega, við sýndum hana 220 sinnum. Já. En þegar við vorum að æfa hana og setja hana saman, þá náttúrulega var, fyrsta lagi, hafði engin hugmynd hvers konar sprengja þetta myndi vera. Ég meina ekki, sko, datt manna þetta í hug. Nei, nákvæmlega. Að þetta myndi einhvern veginn fara og slá öll met og bara njóta þessara velgengni sem hún naut. Og það var svo margt sem að var bara, þú veist, hún var sett saman af, þú veist, svo miklu sprelli og rugli og, já. Þar á meðal. Og handritið var náttúrulega mjög, sko, þú veist, fór alveg víðan völl, sko, á þessu, bara þetta náttúrulega þessi perjóta og alls konar skemmtilegi karaktera sem að við ætlum að reyna að hafa með en voru ekki síðan pláss fyrir. Við vorum að fá nýtt leikrit alltaf bara á síðustu vikuna og bara nýtt leikrit og við veitum að læra kvöldið á. Og það var, ég man eina æfinguna þá hérna vorum við eitthvað að fara yfir eitthvað atriði, vorum að tala apan hennar Eljar, bongo og hérna og ég einhvern veginn astnast til að bara vera eitthvað, herðu Gísli Örd sem að leik Stríðsu og Óli Egils sem að skrifaði. Ég segi við Gísli eitthvað, ég ekki bara að leika hann maður, ég kem bara inn og er bara og Gísli bara akkurat keypt, þetta verður með og svo Nei, ég var að grínast og ég var bara að grínast og fíblast og var alls ekki að meina þetta en þetta endaði sýningunni og ég bara lék bongo 220 sinnum og bara hljófstinn, þar með var það. Nákvæmlega. Gerðu það svo vel. Já, þetta var eiginlega betra sem þú hefur gert. Já, þetta líka kannski svona það sem að stóð upp úr varðandi þessa sýningum þess að það var svona þetta. Það var svona eftirminnilega. Þetta var eftirminnilega, fólk talar ennþá apan. Já, þetta kom okkur upp í 220 sýningar myndi ég segja þessi innkomin sem var. Og svo er þetta með okkur á píanói. Agnar, vilt þú kynna þig sjálfur eða? Ég heiti Agnar Már Magnússon og kom engan hátt nálægt þessari sýningu. En vertu velkomin. Gaman að hafa þig. Ég er komin til að spila með okkur á píanó. En það er svolítið gaman að segja frá því að fólk var ofta að spyrja muniði, eru þið ekki komið með leiðarljós? Já, einmitt ákvæmlega. Já. Aftur og aftur heyrðum maður þessa spurningu og ég held við getum öll sagt bara af einlægni, nei. Aldrei. Ég fekk aldrei leið. Það er merkilegt. Ég held að það hafi líka verið eitthvað svona að því að það var eitthvað svona andi yfir þessu ferli og bara hópnum að þú veist við höfum svo gaman af þessu sem er bara algjörlega lífsnauðsynlegt í svona löngu ferli að þetta var hvað 3 leikár allavega 3 heil leikár og hérna og þú veist og bara þetta fyrir gegnum bara heilt æviskeið hjá fólki bara þetta sýningaferli og alltaf var einhvern veginn við og hljómsveitinu þetta bara höfum svo gaman eitthvað öðru og vorum alltaf grínast og fíblast og alls konar rugl og vitleysa og semja limrur semja mikið limrum alltaf ein limra áður en það var stíð á svið alltaf ein limra, alveg rétt Ef að koma eina limru Nei Það voru ansi klúrnar Þú segir þetta bara Kata að því að þú varst alltaf mesta fram á manneskjan að koma með limrur en varst alltaf eiginlega verst í að búa þær til því miður, ég verð að fá að segja það var bara
Já, takk kannski. fyrir það. Ekki syngja fyrir okkur lag. En þú búið að fína að syngja. Já, þú ert ofsa. Ég skal bara halda mig við það. Ég ætla ekki að vera að semja neina limrur, ég skal bara Fín syngja. leikona og bara gaman að vera með þér, skan. Já. Ekki bara gera það. Byrja að hætta þessu bulli og byrja að syngja. Já, ef við ekki bara byrja fyrsta lagi. Byrjum á fallegum nótum. Ég held að við verðum á fallegum nótum í allt hverju. En við byrjum á einu alveg dásamlegu lagi sem að heitir Lítill fugl. Gjörið þið svo vel. Lítill fugl á laufgum teig, losar blund á mosasæng, heilsar glaður heiðum degi, hristir silfurdagavæng, flýgur upp í himinn heiðir, hefir geislastraum í fang, siglir morgun svala leiðir, sest á háan klettadrang, þykist öðrum þröstum meiri, þenur brjóst og sperrir stél, vill að allur heimur heyri, hvað hann syngur listavel, skín úr augum skáldsins gleði, skelfur rödd við ljóðinni, þó að allir þrestir kveði, þetta sama dyrrindi, þykist öðrum þröstum meiri, þenur brjóst og sperrir stél, vill að allur heimur heyri, hvað hann syngur listavel. Litli fuglinn ljóða vildi, listabragum vor og ást, undarlegt að enginn skildi, að því snilldar verki dást, undarlegt að enginn skildi, að því snilldar verki dást. Góðar minningar. Þetta eru góðan minningar. Það er gaman að rifja þetta, það er næstu því ár síðan við vorum með loka sýninguna. Já, vámaður. Það er alveg ótrúlegt. Mér finnst þess að hafi gerst í gær. Bara í gær, já. Já, mér finnst þess að sé einhvern veginn miklu lengra síðan. Já. Miklu. Já. Nei, þú veist, það er náttúrulega líka bara, þú veist, ég er búin að eignast barn í millitíðinni og það er einhvern veginn heilt líf búin að staða einhvern veginn. Já, þeir báðir búin að eignast barn. Báðir búin að eignast barn. Já. Ég er loksins ólétt. Loksins. Mér langar líka aðeins að ræða það. Mér langar að ræða eitt sem er mjög áhört við þessa sýningu, er að öll þessi ár, munið eftir þessu, þegar maður kom í sminkstólinn, þá kom einhver úr miðasölunni eða einhver og sagði að einhver hafi hringt og var að biðja miða að því að hann hafði heyrt að Kata væri orðin ólétt og það væri að koma önnur söngkona inn fyrir hana. Já, þú vildi drífa sér þetta ná köttu. Öll þessi 3 ár var rætt það að Kata væri ólétt og hún varð aldrei ólétt. Nei. Er hún ólétt í dag? Já, nákvæmlega. Það er svo magna. Það var ekki bara einhver söngkona sem átti að koma inn fyrir mig. Hver átti að fara fyrir þig? Það var Birgitta Haugdal, Selma Björns, og Ágústa Eva, Brynhildur Guðjóns. Nú er þetta það voru borgarökustjóri. alls konar sko. Þetta er mesta gróðsaga er svona ævinni Þetta er líka bara fór af stað þessi saga leið og við byrjuðum að sína og hætti ekki fyrir en við klárum. Þetta var að því sko náttúrulega það voru leikkonur sem þurfti að það var verið að setja sýningar aðrar á pásu og svo kom önnur sýning hérna á sviðið og við þurftum að deila sviðinu með þeim. Þú veist, maður setja sýningunum 2 sinnum á pásu frá og með mars, eitthvað svoleiðis. Og það voru allir alltaf að hlaupa sko út í búð að kaupa miðana af því að það var alltaf loka séns. Það var alltaf ólétt sko. Ég elska bara það var ástæða fyrir að það var svo vinsæl að bara held að þú voru ólétt, skilur. Ég fekk sögu sko, frænka mín fór í klippingu fyrir jólin einhvern tímann og það voru 3 gamlar að tala saman. Elska mín, ertu búin að fara á Elli í æðisli sýningu og eitthvað svona.
þá já, þið verðið að drífa ykkur stelpur, hún ólétt. Þið verðið að fara. Og þá segir kona númer 2, nei, stelpur, hún ekki ólétt, hún og maðurinn hennar að fara að ættleiða. Þess vegna sýningin að hætta. Þá kom kona númer 3 og sagði, stelpur, hún ekki ólétt, hún ekki að fara að ættleiða, hún og Páll Óskar að fara að gefa út plötu og þess vegna sýningin að hætta. Nei! Og ég sagði, viltu skila þið til þeirra að ég og Páll Óskar ætlum að ættleiða bara? Við erum hættu plötuna. Já, það gekk á ýmsu. Það var líka, fólk sá þetta líka sko, það var alltaf bara svona, þú veist, fólk spyrir, hvað ertu búin að fara ofta Elli? Já, einmitt, ég er búin að sjá 3 svar og það var einn maður sem sá sýninguna 7 sinnum. 7 sinnum og það var þarna þekkinni miðasölunni og þú veist, það var alltaf, halló? Já, halló? Er þetta Halldór? Já. Ertu að koma aftur? Já, enga, og alltaf konan að koma með þér. Nei, hún hætt að nenn að koma. En hvað númer hvað skiptið? Þetta 7. Akkur kemur svona oft Halldór minn? Þetta ódýrara en að fara til sálfræðings. Sönn saga! Og ég bara, og Halldór, ef þú ert að horfa, þá talar ekki svona. Nei, þetta bara Björgvin að reyna að vera fyndin. Ég er að reyna að vera fyndin. Ég reyna það. Þetta er svolítið í því. Þetta gaman að vera með ykkur maður. Þetta er skemmtilegsta sýning sem ég hef verið í. Já, ég tek undir. Þetta er alveg bara... eins og segja, því litt ævintýri. Og eins gott, ímyndið ykkur að sína sýningu 220 sinni sem var mjög leiðilegt að vera í. Já, nákvæmlega. Það var bóttið gerst úti í útlöndum. Bara átt að grínast. Já. Ég held að sko, en ég held að líka að því að þú veist, það var svo mikið hjarta í þessari sýningu. Og þú veist, þetta er raunni rosalega lítil sýning þannig laga. Þetta er svona lítill leikhópur og það er ekkert svona engir stórir hópar af, þú veist, einhverju stuðu og fjöri, þú veist, það er engin risa danshópur eða eitthvað svona, þetta er bara eitthvað neginn pínlítil sýning og hún verður að hafa eitthvað svona hjarta og einlægni og þú veist, maður verður að mæta og bara gefa sig allan fram í hvert einasta skipti, öll þessi 220 skipti og ég held að við höfum öll svolítið svona verið meðvituð það og fyrir vikið bara varð maður alltaf að finna einhverja leið til að geta mætt hérna og verið bara alltaf ferskur einlægur og ferskur og glaður og bara það var ekkert í boði að eiga eitthvað vondan dag þetta var bara að mæta og gera þetta Nei, algjörlega, þetta er mjög góða punktur og allir kom búin að leggja lykkju og leið sína til að koma og sjá þetta einu sinni, tvisvar alltaf ég gaman að sína þetta Svo náttúrulega verður að segja það sko að þú veist, auðvitað var maður oft þreyttur og misvel fyrir kallaðar og svona en alltaf þegar maður bara horfði út í sal og maður sá fólk bara hugfangið einhvern veginn að horfa á þetta og horfa á því syngja Kata og þú veist, þá var maður bara ok, það er bara þessu fólki verð ég að gefa allt mitt af því að það er bara alveg með manni hérna sko. Akkurat Ef við ekki bara gefa þeim eitt lag í viðbót? Gera það. Ég hlusta. Ef við ekki að fara, þú syngur ekki Bjössi, þú tala bara. Við skulum vinda okkur upp í sveit, er það ekki? Yes. Og þið sem heimasitið, þið megið alveg taka undir, þetta er svona föstudagsslagari af vissu leiti. Alltaf hjá okkur Maldursóp. Ég skal nú Vesparsinn. Ég vil fara upp í sveit, gjörið svo vel. Ég vil fara upp í sveit Þar í sumar vil ég vinna Veit ég þar er margt að finna Ég vil reyna eitthvað nýtt Því ég veit að allir elska kaupa konur Og í jeppa oft vill skreppa Ýmislegt mun gerast þar sumarkvöldin Þó með einum, oft í leinum Ein ég fari það mig skaðað getur ekki neitt Og mig dreymir oft það Sem þar gerist þegar sólin rennur síðla bak við fjöllin Því að sveitin er engu lík Ljósanótt við leiðumst okkar veg Við lækinn bak við ásinn þú og ég
og hvað þar verður hvíslað veit ein nema lækurinn einn hann hlustar einn. Nú má ég heyri ykkur heima í stofu. Ég vil fara upp í sveit, þar í sumar vil ég vinna, veit ég þar margt að finna. Ég vil reyna eitthvað nýtt, því ég veit að allir elska að kaupa konur og í jeppa oft vill skreppa. Ýmislegt mun gerast þar sumarkvöldin, þó með einum, oft í leinum. Ein ég farið það mig skaðað getur ekki neitt, og mig dreymir oft það sem þar gerist þegar sólin rennur síðla bak við fjöllin, því að sveitin engu öðru lík. Upp til heiða, inn til dala, liggja okkar tveggja spor. Hvernig þetta að fá leið á sýningu þegar maður með þetta, skilji? Það bara ekki hægt, það bara fyrir einhvern tarans. Það allt öðruvísi að syngja þetta með barn í maðurum. Þið að fara að eiga eftir 5 vikur, sko. Það ekkert að hjálpa til? Það þrýst? Þetta bara flott, þetta bara geggjað. Honum finnst þetta rosa gaman, sko. Já, það ekki. Jú. Eitt svona nefi. Kemur eitt svona fótur. Lemja í takt. Smekkmanniska. Já, þetta skemmt. Já, það nú aldeilis margt sem gerist. Það voru sko Björgvin Frans, hann gleymdi einu sinni sýningu. Já, og við getum sagt aðeins frá því, sko. Þú segir best frá því sjálfur, það eiginlega ekkert. Ég var að hugsa þetta, mér langar svo að vita hvernig ykkur leið, af því að það var engin, sko, hvað var að gerast, þú veist, hjá ykkur þegar ég var? Ég mætti klukkan 18, þú mættir alltaf 18:30, ekki? Jú, svoleiðis. Svo klukkan 18:30 þá Ingi Björgvin komin, að þú varst rosa svona akkurat á tíma. Já, ég mætti alltaf, já. Svo Björgvin ekki komin og ég hugsa, hafið eitthvað heyrt í Bjögga? Nei, allir bara, hann lítur að koma, enginn af ágifin. Af því að Björgvin svo pottið. Hann svo pottið. Já, áttum okkur á því svo snemma því hann var svo pottið. Þú veist að það mætti fyrst eitthvað hérna hitt upp, sko. Sorry. Og hérna. Alltaf með hendurna svolítið. Já, þetta var Ragga Bjarna. Hitt upp. En sko, við föttu allir snemma þegar var eitthvað svona, hver er Björgvin? Það kom bara einu sinni, hver er Björgvin? Hvar er Björgvin, skilur við, og þú veist. Það bjargaði okkur náttúrulega að, sko, við vissum að ef þú varst ekki mættur réttum tíma, þá var eitthvað að, sko. Já. Það var ekkert eitthvað svona akademískt korter hjá Björgvin Frans, sko. Nei, og svo klukkan alltaf korter í 7, svo klukkan 7, svo klukkan korter yfir 7. Ég man, sko, að við fórum á stúfana og það var bara reynt að ringi þig og þú svaraðir ekki og það var eitthvað, við ringdum held ég í mömmuðin og börnin og það var eitthvað neginn bara á Bessastaði, sko. Það var bara og Björgunarsveitina og bara það var Guðni hefur þú séð það gufað upp, sko. Þetta var, og mér finnst það besta, sko, því það einmitt, þetta var einmitt í fyrsta sinn sem ég sett síman ekki bara svona á titrar á silent, heldur ég sett hann alveg á silent, ég var á fundi en ég bara, ég ætla að fá alveg frið núna. Og það bara, ég hef aldrei vitað, að því mér finnst það besta líka, sko, að þegar allir voru að verða, sko, að fríka út, þá komst þú, mér finnst þú bestu setninguna. Hvað sagður að ég var, varst þú búin að áætla að ég væri? Manstu það? Nei, ég þú sagði, nú er Björgvin Frans eitthvað staðar bara upp í Bauhaus í svona jasminarbúning með hárkollu að skemmta börnum núna. Þetta er svo gæður, og það var allir að fríka út, bara slakið á, skilur, hann er bara upp í Bauhaus, það er bara næstu í hann kemur. Ég fór strax að hugsa, sko, bara þegar það var ljóst að hvað var á seiði, sko, þá hugsaði ég strax bara eitthvað, hann verður svo erfitt fyrir hann þegar hann kemur síðan, hann verður
fullkomlega miðurs. Ég var bara, hvernig krakkar, nú verðum við að standa verðum að Björka. Það var svo fallegt, sko. Við vorum öll sem eitt bara með svona aðgerðarpakka. Hvernig við brygðumst við þegar Björgvin kæmi. Björgvin fær taugaáfall og fattar hvað að gerast. Við tókum ángrínsfund og síðan komst inn og við svona tókum utan um þig og þú titraði svona inn í hópnum. Við skulum fara yfir sko klukkan hvað hann kom. Já. Það lýsir því í dítilum. Já, að því að ég er á okkur fundi og spjalla, þetta er svo góð fundur við bara eitthvað svona og ég var eitthvað að segja bara svo mikilvægt að bara, við verðum að, það er svo mikilvægt ekki vera eigingjarn, vera góð, þetta var svona peppfundur, voru svona að vera góð og þá bara hljóma eins og væri á businessfundur. Já, bara, við nákvæmlega selja að því ég er nú svona með business on the side ekki af ágjörð því ég segi ykkur það seinna. Ég set það í kommentarkerfa eftir. Nei, og klukkan er bara 7:08 og ég er svo slakur sem er ekki mitt eðlilega ástand, þess að þið vitið. Ég veit þetta er smá bomba. En það borgaður fyrir það að vera slakur og nú verður hann aldrei slakur aftur svo lengi sem hann lifir. Aldrei nokkuð tíma að því að kona mér kemur inn, hún ríkur inn bara Björn, þú veist, þetta er rólegasta kona í heiminu, skilur, hún er mjög ól bara Björn, það eru allir að bíða eftir klukkanir, þú ert að vera, það var Ellie-sýning og ég bara, er sýning núna? Ég segi, já! Og hún var 7:08, ég er á köllunarkl, hún er 7:09, ég lít á klukkan og ég gleym aldrei, þetta er nefnilega, þetta er svona svo áfall, maður fær svona, það fer alltaf í slow motion, svona, og ég er alltaf pirrað bara, hvað er að gera? Hvað er að gera? Þú ert að fara á sýning, já, ég veit fyrir ekki þau og ég bara rík svona í slow motion, bara út og best er að, sko, ég er mjög áttaviltur maður þegar ég er stressaður, þá bara eins og ég sé einhvern framheilaskaða, þá bara því ég tapa alveg á, ég veit ekkert hvar ég er og fólk er alltaf að benda mig, nei, farðu þangað og ég fer út ég fer út í bílinn og þá bilar hann. Þú veist, ég bara, það bara Þetta var grænu druslun. Þetta var græna druslan sem ég var búinn að beygla, hafði keyrt á okkur krana vikunni áður og lag inn í hann og var farin að mygla líka, þetta var hræðilegt. Og svo, ég keyrði af stað og einmitt og beggast og ég vissi þetta að keyra undan þér. Ég keyrði af stað og kúplingin snuðar og ég finn bara, hraðin er að minnka, svo bara allt í hennu næ ég og ég veit, ég ætla ekki að segja hvað ég keyrði hratt en ég vona að enginn labbi við götuna og löggan sé ekki hérna, ég keyrði svo hratt. Ég kom inn og ég bara, og ríkan, ég bara, fyrirgeðu, og þú bara svona, já, í föt, þú veist, alveg bara, þú veist, ekki hægt að væla, bara farið í föt og ég rík í föt og allir bara, hvað að gera, og ég rík í, og ég fyrir inn og þá er akkurat hérna leikustjóri, þá er Kristín hérna, ég held að hún var mætt, sko, til þess að, þú veist, skamma mig, hún hefur verið kölluð út og hún bara, Björgvin, hvað hefurðu gert? Valur Freyr ætlar að taka sýninguna fyrir þig. Skammastu þín. Og ég bara, og ég trillist og fer í fötin og síðan kem ég mitt í fangið ykkur og ég er að fara að gráta. Og þú bara, nei, ekki fara að gráta, Björgvin. Og þú veist, að því ég titra og þið náðu eitthvað. 550 manns bara bíða. Já, einmitt. Hafi ekki hugmyndum panikki, sko. Allir bara ról. Heyrðu, og loksins, og svo ekkert neginn, þú veist, ok, og ég er fyrstur. Ég og Hjörtur eru fyrstir inn á svið og ég var komin bara æðislega róluð með hver gengur það, þú veist. Og ég meina sýningin byrjar og þú kemur fram og ég bara nei, komið það bara eins slagastur maður og til bara Raggi Bjarna í svona slagasta stuðu bara. Nei, komið það alveg sultur. Og það besta er þegar við erum alltaf saman hérna ég og Hjörtur fyrir aftan teppið og ég bara svona og Hjörtur var að lyfta rosalega mikið af lóðum þá, sko, hann er mjög sterkur og hann horfir bara á mig og kemur bara Björgvin og grípur mig og svona og kreistir bara úr mér og ég finn bara svona takk pabbi og ég fyrir inn og ég bara, og það eru allir á taugum að ég bara fari hver gengur þarna eftir stræti en ég bara, hver gengur þarna og enginn fattaði neitt og veitir hvað klukka var þetta 7:08 var kona mín öskrandi á mig okkur fundi við byrjum 2:08 við senguðum ekki, sko það fattaði enginn neitt nema ein kona sem ég þekkti í salnum sem ég var eitthvað já, var þetta ekki bara æðislegt og eitthvað svona, hún eitthvað, já, ég skildi ekki alveg okkur Raggi Bjarna var með sokkinn yfir einni skálm. Það var svona... Nei, það var svo fagmannlega gert, Björgvin. Og takk fyrir stuðningin. Já, þetta er að þakka ykkur fyrir, bara þið björguðu lífið mínu. Og svo sagði Kristín leikustjóri eftir og sagði bara,
Já, þetta verður bara góð saga seinna, Björgum minn. Já. Og hún að koma í ljós núna. Og hún að koma í ljós, nákvæmlega. Nei, menn við tókum bara meðvitað ákvörðun, það hefði verið svo lélegt á okkur að vera eitthvað Björgvin mæta seint, eitthvað svona, það hefði verið svo lélegt. Þið voru svo æðisleg. Ekki hjálpa. Ekki neitt. En ef við ekki bara hendi í tóplag núna? Heyrðu. Jú, sem ég syng ekki. Þú syngur ekki? Nei. En þú mátt vera með. Syngdu með. Geturðu smellt? Viltu eitthvað komið Við æfðum ekki neitt, sko. Þetta er mitt lag, er það ekki? Þetta er lagið þitt. Eina lagið mitt í sýningunni. Ég er bara eitthvað að leika. Yes. Hver er það sem hleypur Ég finn reik á skólaganginum Jói Jóns, hann fló, hann Jói Jóns. Þeir ná honum brátt, satt ég segi þér. Hver allir alltaf reynt að argast í mér Hver skrifar skammir upp á vegg Hver setur bút í búlegg Hver teiknar kennara með skegg Gettu nú Ha, ég? Já, þú Ó, Svavar, ó, æ, aumingja þú Ó, Svavar, ó, æ, hlustaðu nú Ó, Svavar, ó, æ, aumingja þú Ó, Svavar, ó, æ, hlustaðu nú Ó, ljúfa líf Við ákja syngjum þér og fagra ljúfa líf sem gefur gleði stundir fríðar unað og ást sem aldrei mun mást þú gjöf átt þó gengi sér látt þú fagra ljúfa líf Segi oft við sjálfa mig að liðin tíð sé liðin tíð það tjói eigi að trega þig þó tárin votti hvað ég líf Við sjálfa mig ég segi hlý Ei síta skal þó hann sé burt Hringir síminn þeirri andrá í áformi lengur spurt að það sé hann góði Guð að það sé hann ég dey af ást já halló ó góði Guð að það sé hann en svo ei allt mér ennþá brást en af ást ég dey Hey! Verið ekki þessu helvítisvæli Því ekki að taka lífið létt og taka léttan gleðisbrett og reyna að benda á þá björtu hlið sem blasir ekki við Hvers vegna að vera þrasa þreytt það sem enginn getur breytt Því ekki að unna glöð í öllu því sem ekki voru valdir í Að áhyggjum víst nóg án vinnu fast gleði þó Við skulum láta líf og fjör létta okkar sálar kjör Því ekki að taka lífið létt taka léttan gleðisbrett og reyna að benda á þá björtu hlið sem blasir ekki við Þetta var sirpan eftir hlið Þetta var rosalegt hjá þér Hjörtur Takk fyrir Stóðstu ótrúlega Hjörtur var reyndar með annað lag í sýningunni sem því miður var tekið út. Það var tekið út á síðustu metrónum. Já, einmitt. Talandum það sem náðist ekki að vera með, sko. Við varum með lag sem var mjög frægt í, sko,
hjá Svavari Gests, hann og hljómsveit Svavari Gests tóku þetta lag og það var einhver svona evróskur slagari sem hafði farið allt og alveg rosalega vinsæll og eitthvað svona og Svavar tók þetta upp og þetta var rosalega vinsæll þetta heima og þetta lag sem heitir Mustafa og þú veist, við vorum alveg svona reyndum að hafa það með sem bara svona, þetta svona rosalegt periódulag og eitthvað en það bara svo rosalega mikið barn síns tíma. Við reyndum allt, sko. Já, það var engin leið að gera, þetta virkaði aldrei, sko. Nei. Manst eitthvað úr því, getur þú raula svo gestir fengju aðeins? Já, sko. Mustafa, heyra. Já, þetta sko. Kalla ekki glemma, þú varst að dansa. Þú varst að dansa, já. Indverskan dans. Þetta var bara, þú veist, og ég meina ástæðan fyrir að þetta gæti ekki verið með, bara því að þú veist, þetta var bara, bara rosalega rasíst. Það var bara rasíst lag. En það fyrir utan var lagið bara svo skrítið. Lagið náttúrulega mjög furðulegt og maður einhvern veginn svona fattar ekki alveg einhvern veginn, en þú veist, það var einhvern veginn sko, ég ætla ekki að gera eins og, þú veist, svo, já, ok, allavega, en það var einhvern veginn, sko, ja Mustafa, allir sungu, ja Mustafa, en hvað það þýddi, hann vissi ekki neitt. Það þýddi bara þetta eitt, svo kom eitthvað eitthvað svona, þetta var alveg mjög furðulegt og gekk aldrei upp. Meira. Og svo kom bara, nú ætla ég að taka. Ég bara að fá svona núna, það var tekið út ástæði. Já, ég meina að sjálfsögðu, sko. En ég rendist þess að rjúpa við staur að reyna að finna einhverja leið til að láta virka. En það voru rosa margar senur, mann ég, svona lög og senur sem við vorum að halda inni. Já. Það var einmitt senan þegar þú leikur Ómar Ragnarsson. Jesus, Já, og beint í villu. Og tókst sirpu. Tókst rosalega Ómar Ragnarsson rosa sirpu. Hún var svo löng líka. Og þú gafst allt í hana. Já, ekki málið, sko. Gjörsamlega hoppað og skoppaði. Og svo vildi sko Gísli Örn að ég myndi umbreytast í vill að þetta fyrir svona kottnís. Og þetta taka mér ómarshattið og byrja með Já, þá ættir að syngja úrstu svona flott lítið drengur eða voru í vagla skó. Þannig að það var alltaf í hvert einasta skipti ég var að byrja þú veist þú veist og búin með Ómar og þá byrjaði kvöldviði okkar og þetta var bara ég var að tromma og ég var þetta svona hlægjandi. Við vorum líka öll sko bara öll þegar við heyrðum þess að hugmyndi og Gísli var bara einhvern veginn í einhverju skapandi flæði og og við vorum öll bara eitthvað þetta aldrei að fara en Björgvin Frans verandi ekki bara heimsins stressaðasti maður heldur líka heimsins bjartsýnasti maður var líka var bara algjörlega og undirbjó bara rosalega Ómar sirpu og fór svo í kvöldur og ég man nú enda svona gólfin alltaf endaður einhvern veginn og svona og gerðir eitthvað á húuskiptingu til að breytst í villa og endaður sem bara algjörlega búin á því en samt að reyna öllu mætti að gera þetta nákvæmlega og bara eitthvað hægæli mér En síðan önnur saga sem mjög skemmtileg Kata, þú kannski segja frá henni þegar að þið Björgvin hittust fyrst og hann kom með tilboð Því gleymum við ekki Nei, það líka mjög góð saga fyrir ykkur sem sitja heima og sjá Við höfum aldrei sagt þessu opinberlega, við segjum hana bara svona okkur á milli. Já, hún má vera opinberlega. Jú, að sjálfsögðu, ég er að segja það, hún er frumflutt hérna. Þegar við Björgvin hittumst fyrst, það var bara fyrstu æfingun á Elli og við erum svona að tala saman og fá kaffi og hann er alltaf, sko nú er ég í hælum, hann er ekstra herri en þú. En hann var alltaf, þegar við vorum að tala saman, þá var hann alltaf, já, einmitt, þú ert aðeins herri en ég, einmitt, já. Alltaf að horfa svona, já. Alltaf að mæla mig út, svona upp og niður, upp og niður. Hún er geðveikt órygg, bara hvað er það? Ég eitthvað svona, hvað er þetta? Já, gaman að sjá þig, hæ, ég heiti Kata, og eitthvað svona. Svo bara daginn eftir erum við aftur að fá okkur kaffi áður byrjum að æfa. Svo heyrist bara svona, eitthvað svona rosa skrítið skóhljóð. Og við svona, hver er að koma? Þá kom Björgvin í frauðplast skó. Svona háur klossum. Svona Frankenstein. Einhverjum svona rosalegum, svona einhverjum buffalo. Líma undir skó, frauðplast. Kom í samlesturinn. Og kom bara, þú veist, ógeðslega hár. Já, hæ, nú er ég eins og Raggi. Raggi var alltaf miklu hærri en Elli. Ég bara, vá, hæ. Og svo náði Gísli reyndar að svona ofsafínlega svona og svona ofsafínlega að segja svona já, fólk á náttúrulega eftir að sitja sko alveg við sviðið, alveg við skóna. Nei, ég spreyja þá sko, þeir verða
buxurnar fara yfir. Buxurnar fara yfir best. Hann alveg barðist fyrir því, en Já, Gísli náði að einhvern veginn segja á fallegan hátt svona, þetta var... Björgvin, þetta ferlega vondur. Ekki gera þetta. Mér fannst þetta samt svo ótrúlega geggjað, sko. Ég alveg bara... Þetta var ást við fyrstu sín, sko. Þetta var alveg þannig. En þetta var líka til vitnis bara alúðina sem að Björgvin lagði í hlutverki. Í hlutverki, að leika bæði Ragga og Villa og fara alla leið í það. Já, alveg frábært sko. Og Raggi sagði það sjálfur svo, hann leikum mig betri en ég. Já. Elsku Kalli, blessu sér minningan. Elsku Raggi. Elsku Raggi, við getum nú sagt marga sögur af honum líka. Því líka sögur, já, nákvæmlega. Eigum við að taka eitt lag fyrst? Eigum við að taka eitt lag, Já, Katla kannski taka. Við skulum taka Við getum náttúrulega að tala saman í allt kvöld. Já, get ekki hætt. Við þurfum að hittast á eftir bara. Já, við þurfum bara að gera það. Það er hún Sigrún Jóns sem að syngur 4 kátir þrestir. Fjóri kátir þrestir sátu saman á kvist, voru ljóðin sín, sungu af list, bæði söngum ást og unað, yndi og ró, búsett í björtum skó. Þú kemur hér, þegar kvölda fer, mundu heyra það, söngin sem ég á. Tralalalalalalalala, tralalalalalalalala, fyrir þig kveða þeir vísurnar sínar, vor kvöldin löng. Tralalalalalalalala, tralalalalalalalala, harmarnir flýjar lustarð á þeirra söng. 4 kátir þrestir sátu saman á grein, hægt færðist nær, haustið í lein, litlir fuglar urðu fleygir, unaður nóg, ljúft var í lögum skó. Þú kemur hér, þegar kvölda fer, mundu heyra það, söngin sem ég á. Tralalalalalalalala, tralalalalalalalala, fyrir þig kveða þeir vísurnar þínar, vor kvöldin löng. Tralalalalalalalala, tralalalalalalalala, harmarnir flýjar lustarð á þeirra söng. Og eins enn. Tralalalalalalalala, tralalalalalalalala, fyrir þig kveða þeir vísurnar sínar, vor kvöldin löng. Tralalalalalalalala, tralalalalalalalala, harmarnir flýjar lustarð á þeirra söng. Alveg bræðir mig þegar þú tekur þetta lag. Já. Takk. Ég ætla ekki að vera leið alltaf, en sko ég verð að segja það. Manstu eftir því þegar þú gleymdi textanum? Hvort ég man? Á sýningu 180. Það er eitthvað svona skrítin orkastundum í kringum. Já. Hvað söngst það? Hvað söngst það? Já, ég skal alveg segja frá því. Ég er svo vönskotunum, sko, þetta er hægt að fara í gegn. Þetta var líka svo fyndið. Ég veit, þetta var æðislegt. Ég var undir svona miklu álagi, var í tökum út í bæ og sína á kvöldin og voða gaman. Gaman þegar það gengur vel, en það hefur sinnað svona. Tekur sinn toll. Já, tekur sinn toll. Svo var ég að syngja 4 kátir þrestir og náttúrulega hef búin að heyra þetta lag frá því ég var barn og hefur ekkert vafist fyrir mér, allavega fram að þessu kvöldi. Þegar kemur að þú kemur hér, þá er bara ekki neitt að frétta úr þessum kolli. Og ég minni á að hljómsveitin, okkar dásamlega hljómsveit, endurtekur mína línur, þú kemur hér. Svo ég segi bara, Anamastaste, Anamastaste, Anamanane, Anamanane, Anasastafe, Anasastafe, Anafamaste, Anafamaste. Lalalalalalala. Það var svo fyndið. Líka sjá bandi verði bara. Þeir urðu að endurtaka bullið. Já. Nei, vitið það, ég hef ekki fengið svar við þessu ennþá hvað þetta var. Nei.
Ég held að tók enginn eftir þessu. Nei. Namaste og þú kemur eftir að vera Namaste. Ég held að enginn teki eftir þessu alveg eins og tók enginn eftir því, þú veist, þegar þú dast. Nei. Já, mannstu því að tók enginn eftir því. Nú byrjar ballið. Þú átti nú alveg nokkur svona frábær moment. Það sem við erum að tala um er að hún átti innkomu og hún labba niður sviðsganginn og hún fellir sjálfan sig og dettur á gólfið fyrir framan fullan sal af fólki. Og sko þetta ekki sko það sem hún var í fullum galaskrúð. Já, einmitt. Með hanska upp á með hanska, svona rjóma tersu kjól og ekki gleyma hlýralausum kjól svona sem að fer auðveldlega frá. Herru, ég fekk hugmynd, ef ekki bara fá Hjört til að leika þetta. Við verðum eiginlega að leika þetta. Ef ekki bara fá Hjört til að leika þetta. Það væri það ekki í fyrsta sinn sem þetta leikið fyrir mig. Þetta var svo fyndið og við erum alltaf öll sko, ég er alltaf bara Stuttu mig, þú stuttir mig alveg sérstaklega. Ég stakk þessu hálfviti og Svavar gest líka sko. bara ég var Svavar gest í þessu atriði og ég er náttúrulega bara að hlóa þessu. Þú varst náttúrulega með söngnúmerið þitt sko. Svo var ég með söngnúmerið og ég var í stuð og þetta var bara fyndið bara, en það var það, þú veist, það var ekkert eitthvað svona dramatískt fall. Nei, það var bara rosalega ég misti ekkert meðvitund en þú dast líka bara, nei Hélst alveg rænu og var ekkert blóð. Þetta var ekkert sérlega tignalegt, ég skal alveg viðkynna það. Þetta voru 2 þreparna, þetta sviðið var sett upp eins og svona gamall klúbbur skilur og hún kemur svona inn. Má ég bara segja fyrst eitt, að ég var búin að vera alltaf í sömu skónum, þeir voru svolítið víðir, mér til afsökunar. En afturlega, ok, þetta skiptir ekki öllu. Svo férstu þér seriós í morgun. Já, orða mikið daginn, já. Einmitt. Rífastu manniðinn og það var eðvitað. Varst bara annars huga. Svona leiktu nú fallið. Já, nei, ok, ég skal leika þetta. Þetta var bara, þetta svona númer, hún kemur inn í svona, úr tjaldinu og í svona fína kjólnum og hvað er þetta að syngja þarna? Nei, þú ert að syngja. Ég er að syngja og þetta gerist fyrir aftur og þegar kemur þú inn, já, þetta er svona hressilegt. Já, ég er að koma inn til að ratta hjá þér. Það er ekkert tækifæri til leiðrétta eitt eða neitt. Ég bara kem inn og ratta hjá. Já, og kemur hún að ratta í mitt, svolítið flókið atriði fyrir að koma inn, já. Og hún kemur svona inn og lappar svona glæsilega, en svo bara þegar hún stígur niður tröppurnar þá svona rasar hún sjálf sig og tekur svona langt fall sem er svona slæta svona yfir sig, takk fyrir og svo lítur svona upp og þá ertu byrjuð eitthvað og svona Já, hún sko að gera, þetta er að finnast sem ég hef séð það sem ég ger, ég líti á hana Guð minn góður, Katla datt og horfir svona á hana svona Guð minn góður Hjörtur var náttúrulega að hlæja en ég, þú veist, horfi á hana þá er hún eitthvað svona haldi í kjólinn hann dett ekki Já, hún flæktist ekki niður hana Ég kannski bara lá á maganum hérna bara fram, þú veist, ég hef getað snert á horfundur en allt í leið Hún er að segja eitthvað sem er langast að vita hvað hún er að segja hún er eitthvað og elsku Katla, við vorum að hlæja því það sem fór svo í taugarnar á henni var hvað allir tóku svo dramatískt Já, leist á mig og ég bara leist undan ég var bara, Katla var líka bara með svona einhvern veginn svona ótta í augunum og allir horfa hann svona Þannig að finnst þetta engum fyndið nema hirti Hvað meina? Þið voru alltaf að horfa á hann eins og þetta hefur eitthvað svona Ég held ég væri miklu svona afslapparið eftir þetta og leitu svona út í salin til að segja allt í lagi með mig sem ég var ekki að gera by the way og þá voru allir bara Jó, einmitt alvarlegir í salunum og mér fannst það svo óþægilt ég bara, hvað er þetta? Þá lestu bara á mig Má ekkert Má ekkert Má maður ekki einu svona í þetta hérna En hún kom nú heil út úr þessu Já, svona Þetta var enginn sem tók eftir þessu Nei, það held ég ekki Ekki frekar en að namaste Það voru allir að horfa á mig, syngja Jóa Jóns og allir hugfangnir á þeim performance Algjörlega En já, ef við ekki bara taka næsta lag Jó, ég held það Það er náttúrulega sko, þetta var svo mikil svona ástarsýning, það voru mörg svona stór, flott ástarlög og þetta er svona eitt af þessum stóru bombum og við gáfum þetta lag út og sungum þetta í Gíslamartinni áður en að, þú veist árið sýningu byrja Þeir eru að leika allir það var eitthvað Ég er svona bara að standa upp ég er bara móð við það sko Þetta er eftir ólétt Heyrðu, ég frétta að Ellý stelpan ólétt sko
Nei, hún sem sagt, þetta svo mörg ofboðslega falleg ástarlög og við gáðum sem sagt út þetta lag og þetta svona ástarbomba sem heitir Allt mitt líf. Gjörið þið svo vel. Allt mitt líf legg ég að fótum þér. Allt mitt líf, vinur, þú ert hjá mér. Jafnt þá sól okkur sveipar geisla glóð og þá stjörnur blika á dimmri nótt. Allt mitt líf örmum þig vefja vil. Allt mitt líf veita þér byrt og ill. Sér hvert tár blíkt þér á brá. Burtu með kosið þeirra má. Allt mitt líf elska þig ofurheitt. Allt mitt líf andartak hvert og eitt. Engan draum dýrlegri á en mega dvelja allt mitt líf þér hjá. Sér hvert tár blíkt þér á brá. Burtu með kosið þeirra má. Allt mitt líf elska þig ofurheitt. Allt mitt líf andartak hvert og eitt. Engan draum dýrlegri á en mega dvelja allt mitt líf. Dvelja allt mitt líf. Allt mitt líf þér hjá. Þetta svo geðveikt lag. Rosalegt lag, maður. Þetta líka bara einn uppáhaldsstaðurinn í sýningunni fyrir mig. Mér finnst eitthvað svo, svona eftir hlé. Já. Þetta var svona mómentið þegar Svavar var alveg yfir sig ástfanginn af þú varst alveg yfir þig ástfanginn af Elli. Þarna var hann bara alveg bara. Varst að stjórna bandinu henni? Það var mjög fallegt. Ég var náttúrulega mjög, af því að Svavar náttúrulega var tónlistastjóri hérna í rosalega mikið af þessum upptökum og flest öllum sko, með Eskil hljómplötur og svona. Og þannig að ég var mjög oft inn á sviði þar sem ég stóð svona og þið voru að syngja og hljómsveit var að spila og ég stóð svona og var að gera svona. Og var að þykjast, þá hefur mér sjaldan liðið jafn mikið eins og lottara því að þarna var einhvern veginn eitthvað færustu tónlistamenn landsins samankomnir og ég eitthvað horfaði eitthvað. Já, og skamm okkur. Svo var ég alltaf að stríða ykkur og pöngast ykkur, en það var bara því að... Það var mjög skemmtilegt. Já, ég elska það sko. Þú gerði það mjög sannfærandi og vel. Takk fyrir, takk fyrir. Takk. Ég finnst þið verður nú að nefna hljómsveitina nafn. Elsku vinn okkar sem er ekki hérna með okkur. Sigurður Guðmundsson var hljómsveitarstjóri. Svo var Guðmundur Óskar á bassa, Örn Eldjárn á gítar. Bjössi var náttúrulega á trommum og Aron Steinn á saxofón. Og Aron Steinn kom mjög seint inn í ferlið. Alveg rétt. Já, einmitt. Og hann er sko liðamótalaus. Hann getur sko talandi eitthvað sem að endaði sýningunni sem að er algjörlega bara úr einhverju gríni búið til sko. Fáránlegt. Hann getur sem sagt lyft löppin á sér algjörlega bara upp að eyra. Bara öllum fótleggnum.
og það engin ástæði fyrir að maðurinn á að geta þetta. Hann ekki með bakgrunn í 5 leikum og hann ekkert eitthvað svona, þú veist, hann bara með grunnar liðskálar eða eitthvað, ég veit það ekki, þetta fáránlegt. Þetta var alveg svo með apatilunni þín, hann gerði þau mistök að sýna Gísla. Hann sýndi Gísla þetta. Gerði þetta í algjöru gríni. Algjöru grínir. Og hann sá líka eftir því að hann þurfti að gera þetta hverjum einstu kvöldi og hann sleit eitthvað hérna band þetta náttúrulega bara ræði. Hann endaði sér bara 10% öryrki eftir þetta. Hann getur ekki labbað eðlilega. Svona leikhúsi sko. Hann nú búinn að eignast barn eftir þetta og svona. Já, hann kom vel út úr þessu. Hann slapp það var alveg ótrúlegt sko. Og aumingja maðurinn sem þurfti að koma stundum inn fyrir hann í sýninguna þegar hann var ekki svona liður. Nei, ég meina, þú veist, þetta er ekki eðlilegt að gera þetta er ekki eðlilegt. Ekki nema sért í dansari í íslenska dansflokknum. En þessi hljómsveit er náttúrulega algjörlega geggjuð og miklir vinir okkar. Já, biðum að heilsa eins og systkinahópur. Kærlega heilsa. Já, þetta var eins og lítil fjölskylda. Já, það er rétt. Tímabili, sko. Svo náttúrulega kom Hjörtur líka stundum og spilaði. Já, Hjörtur. Og Birkir Blær sem kom inn. Birkir Blær, Já, Kristín kom nú inn á trommur. Já, Kristín kom á trommurnar, einmitt. En nú ætlum við að fara að vinda okkur inn í Elli og Villa. Já, einmitt. Það er náttúrulega alveg dásanlegt hvernig þú gerðir Villa. Já, takk fyrir það. Og þetta lag sem við ætlum að taka er svona eitt af mínum uppáhaldslögum með þeim systkini. Sammála, þau gáðu 3 svona dúettaplötur og þetta er held ég að fyrstu plötunni, Systkinin syngja saman. Já, og þetta er bara eitt af mínum uppáhalds, ég elska þetta lag. Já. Það er þetta Ramóna. Viltu segja eitthvað Villa eða ef við vinda okkur beint? Kýlum bara á þetta. Kýlum bara lagið. Það er eiginlega helst sko að því ég söng líka Söknuð og ég man að þetta var alltaf, þú veist, þetta var nógu stressandi að gera þetta allt saman, sko. En ég man að það var svona tvisa sem ég var ekstra stressað og það var þegar ég fekk einmitt eitthvað SMS frá Jóhanni Vilhjálmssoni, syni Villa Will, bara hæ, heyrðu, pabbi hefði átt afmæli í dag, er að koma á sýninguna, gangi þið vel. Ég bara veit ekki hvernig ég komst í gegnum þessa sýningu, en þetta einhvern veginn svona, en það hafðist og hann kom tárvótur bak og þakka okkur öllum fyrir og maður bara, ok, þetta tóst. Þannig að hann hefur ekki bara kýlað það, Ramóna? Jú, Ramóna, gjörðu þessu vel. Bernskunnar vor tími ljúfi leið, allt og fljótt mér frá, en ég fagra á. Minning sem lifir hrein og heit, þó að syrti til, þá ég syngja vil. Ramóna, ég heyri til þín hvar ég fer. Ramóna, þinn glaði söngur fylgir mér. Klukkurnar hljóma og kvöldsins boðar ró og frið, þá heyri ég óma af horfna tímans ljúfanir. Ramóna, þú ein minn allan huga átt. Ramóna, þér víg ég hvert minn hjarta slá. Og alltaf bros mitt skaltu eiga ein. Ramóna, Ramóna, þú ein. Fjallanna vor drottning, það þú, kát og frisk og frí, eins og fjóli hlý. Fegursta stúlkan sem til nú, blóm á hverjum stíg, bros í kringum þig. Ramóna, ég heyri til þín hvar ég fer. Ramóna, þinn glaði söngur fylgir mér. Klukkurnar hljóma og kvöldsins boðar ró og frið, þá heyri
mitt hjarta slá og alltaf, alltaf bros mitt skaltu eiga ein. Ramóna, Ramóna, þú ein. Systkinin syngja saman. Systkinin syngja saman, já. Það nú margir góðir slagarar með þeim, sko. Ó, já, segðu það. Og það var erfitt að tróða, sko, inn. Við náðum söknuði með Villa. Já, og þessu. Já. Nákvæmlega. Það var líka, sko, það er líka svo fyndið því að það er enginn sem stígur í skóna hans Villa, þannig að við ákveðum bara að fara svolítið bara, þegar ég ætlaði eitthvað að fara að reyna að leika hann og breyta munnstæðin og eitthvað ég ætlaði að fara að gera of mikið á þessu. Það var bara eins og með fröðslastík. Það var eins og með skóna. Gísli sagði, ertu bara einlægur? Ertu bara þú sjálf? Og það var alveg lykillinn. Já, enda var það bara, þú veist, þú líka bara algjörlega streymdir Villa hann í gegnum. Takk fyrir það. En það voru mörg atriði sem fóru ekki inn í sýningunum. Til dæmis, ég veit ekki, þeir sem eru kannski að horfa sáu á Facebook síðu Borgarleikhússins. Þar var mynda mér í einhverjum svona síðum gullkjól, þetta var rosalega þungur kjól, sér saumaður og gullhanskar og sér hárkolla sem var búið að eyða mörgum klukkustundum í að hnýta, rosalega gerði náttúrulega í sýningunni. Og þetta var við þurftum að klippa út heilt svona atriði og þá átti ég að syngja Sveitin milli sanda. Það var rosalega mörg, alveg fáránlega falleg. Ég saknaði þess alveg rosalega, ég var bara nei. Það voru mörglu Sveitin milli sanda, hvers konar bjálf er ég. Mustafa. Það var alls konar lög sem bara náðu ekki inn því við hefðum verið með 6 klukkutíma sýning. Síðan átti sýningin að byrja á lagi með Friðrik Dór. Já, það er mitt vondið. Það veit að fáir. Það var einhver pæling. Það er rétt. Og það hékk inn í mjög lengi. Þá vorum við með svona... Stúta hengum öðrum lík, hún fröken Reykjavík. Þú ætlaði að leika Friðrik Dór. Já, einmitt. Söngleikurinn Friðrik Dór. Söngleikurinn Friðrik Dór, það er ég. Þarna var einhver pæling, þetta var svolítið snemma. Sýningin byrjaði á þessu, var pæling að vera með svona eitthvað svona tímaflakk hérna. Já, við varum stödd í nútímanum. Það var alveg skemmtileg pæling. Ég meina, lagið byrjaði og Raggi kemur hún og segir, þekki ekki lagið. Þetta er ekki slæmt fyrir 50 ára gammalt lag. En við minnir að við höfum síðan einhvern veginn komið staði að við þurftum bara einfalda einhvern veginn konseptið, fara bara beint í bara við erum stödd hér, árið þetta, að hafa þetta bara og þá datt þetta út, En þetta var skemmtileg byrjun, en ég held svona eftir á hyggja þá, þú veist, þá höfum við alveg grætt á því að bara hoppa inn. Já, bara fara beint í, hver gengur þar, þú veist, fara bara í gömlu. Ég held að líka það hafi verið ógeðslega skemmtileg, ég held að það hafi gefið sýningunni góðan byr, að þú veist bara, þú kemur inn og það var þessi fallega leikmynd sem að Börkur Sigþórs gerði og þú bara svona varst bara einhvern veginn kominn á klúbbinn í Borgartúni Akkurat. Og það var bara, og ég frétti það að fólk var ofta að fá sér barnum frammi gömlu drykkina. Það seldust upp áfengisflöskur sem höfðu bara ekki verið hreyfst í 15 ár. Það voru allir að fá sér bara allt í einu eðalvín bara vodka í kók eða eitthvað eins og það fékk sér alltaf á klúbbnum í Borgartúni. Þú veist, og ég held að það hafi verið svona eitthvað tímaferralag. Það var svona tímavél. Mér dettur þú fyrir að tala að nýta hárkollur og þetta elsku vinkonur okkar í sminkuhár og búninga aðstöð sem að voru á bakvið allar þessar sýningar kunnu sýninguna utan að oft betur en við og það hefðu getað stokkið inn og það var svo gaman og við vorum það voru eins og þið munir hraðaskiptingarnar þær voru náttúrulega Katrín. Ég sá hérna Katrín. Ekki Katrín. Þetta var eins og að vera, ég var eins og Formúlu 1 bíl. Ég bara var í senu, fór bak við tjaldið og það var bara tvær manneskjur, eina klæði mig úr, eina klæði mig í, hanskar, vatn, mynda, festa hárkollu, beintinn og það var alveg svona romantískum fíling. Það var svo gaman. Það var svona, þetta var rosalega challenge og ég man þegar við vorum í frumsýningavikunni, ég var algjörlega bugast, þetta eru 20 kjólar eitthvað sem við skiptum og ég var orðin bara
20 kjóla, 32 lög. Já, einmitt. Af þessu, en svo kemst maður upp í ákveðna svona, hvað kallar maður bara, svona form í því að geta skipt hrættum. Nei, það bara alveg ótrúlega hverju má ná. Já, ótrúlega. Þetta oft þannig sko að þegar maður að æfa svona skiptingar sko að þá sé maður eitthvað svona bara, þetta aldrei nokkuð tíma að fara aldrei. Svo þú veist, ég tala um 220 sýningum síðar sko, þá var maður farin að hafa sko nokkra sekundur á milli, bara bíða. Þá ertu bara farin að leggja þig þarna, kaffibolla og bara. Nákvæmlega. En það voru margir slagara sem að maður svona þurfti að fara á misvið, mörg falleg lög, eljalög. En það var nú eitt lag sem var ekki hægt að líta framhjá og það Heyr mína bæn. Og það sem það var nú Eurovision í gerð, þá þetta gammalt Eurovision lag, gaman að nefna það. Alveg rétt. Nonneleta, held ég sé að segja rétt. Nonneleta, ég kann ekki ítalsku. En hérna, við ætlum svona að fara bráðum að slá botnin í þetta, en við ætlum að taka þetta lag næst síðast. Næst síðasta lagi. Heyr mína bæn, gjörið þið svo vel. Heyr mína bæn, mildasti blær, berðu kveðju mín yfir höf, syngdu honum saknaðar ljóð, vanga hans blítt, vermið sól, vörum mjúkum, kysstu hans brá, ástarorð, hvísla mér frá, syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðamál, flytjið honum í indælu móði, ástarljóð mitt, heyr mína bæn, bára við strönd, blítt þú vaggar, honum við barm, þar til svefninn sígur á brá, draumheim í, dveljum við þá, daga langa, saman tvö ein, heyr mínar bænir og þrá, syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðamál, flytjið honum í indælu móði, ástarljóð mitt, heyr mína bæn, bára við strönd, blítt þú vaggar, honum við barm, þar til svefninn sígur á brá, draumheim í, dveljum við þá, daga langa, saman tvö ein, heyr mínar bænir og þrá. Þetta var nú svona, Nákvæmlega. það sko, já, það var, mér datt í huga að tala um það sko,
að því sýningin var þannig, þetta allt lög sem allir kunna. Já. Og ég man alltaf að þetta lag söngi undir loksýninga, þetta síðasta lagið sem ég syng. Já. Og þetta rosa dramatískur endir og svona, og á einni sýningunum munið eftir því, það var kall sem að, þú veist, að því fólki maður fann stundum þegar syngja ég vil fara upp í sveit og öllu sérlega fólki langast og taka undir. Já. En það var einn maður sem að flautaði með. Já. Og undir loksýningarinnar þá heyri ég bara þetta var rosa svona, þá bara vildi hann ekki syngja heldur á hvað hann að flauta með. Það svona mismunandi hvernig fólk fyrir. En og svo eftir þetta, þá fór tjaldið niður og ef heppnin var með fólki, þá kom Raggi Bjarna heitinn. Lestu sér minningans. Ég á svona minningu sko því að við sitjum hérna og þarna hliðarvængurinn og ég, tjaldið kemur niður og ég man ég beið alltaf og leit inn í hlíðarvænginn hvort að Raggi, sem ég sagði við strákuna Raggi núna, að ég sá hann alltaf fyrstur sko, ég sá alltaf hérna lappirnar á honum og sá ljósinn, þá sá ég að hann var að gera svona og ég bara alltaf, yes. Það kom eiginlega alltaf. Hann kom eiginlega alltaf, ég hitti einn hjón sem að sögðu við mig, við erum búin að koma 2 svar og hann kom í hvorugt skiptið. Nei! Það voru rosa svona... Þau voru óheppin. Já, en sko ég hef eiginlega alltaf heyrt að ef fólk kemur einu sinni þá nærða honum í seinna. En auðvitað því hann kom ekki í 220 sýningar, hann kom kannski 200. Já, hugsið ykkur. Nei, menn á maðurinn líka var svo duglegur og vinnusamur sko, að það var ekki hægt að halda honum í burtu með sko afli, það var kom veikur og allt, það þurfti að vera eitthvað meiri áttar í gangi, nákvæmlega, en það var svo gaman að hérna, það var svo mikið forréttindi, og það var líka svo magnað að þú veist, þarna alveg sýningin sem slík búinn og þú veist, búin að vera svaka fagnalæti og rosaleg stemming og bara gaman en svo kemur Raggi inn og það trillist það verður bara eins og okkur bílatóli bara eins og Mick Jagger það verður bara fólk bara og bara blindir fá sín og lamaðir standa á fætur og fólk bara brjálast nánast sko og maður bara sér rígfullorðið fólk bara gargis og unglingar bara þetta verður og það var alveg magna og svo koma maður og var bara alveg þetta var svo dásalegt. Hann tók færri lög en hann hefði viljað sko. Já, hann vildi hafa bara tónleika. Hann hefði getað haldið tónleika fram á rauða nótt sko. Og svo bara þurftu við bara að því að þú veist við vorum bara búin að síla heila sýningu og leikhúsið bara fara að loka Raggi mig. Við getum ekki verið hérna opið. Sko þegar hann kom þá lengdist sýningin kannski frá svona hálftíma upp í 40 mínútur. Við vorum að vera hérna og hann var að segja sögur og kom með brandara og bara Já. Það var náttúrulega bara með uppístandi nákvæmlega. Gæti aldrei sagt nafni og köllur rétt. Nei. Það var svo gott, hvernig var það? Já. Hann var með einhverja minnlokum með eins og við myndum nú ekki gera grína þessum að því að hann gaf svo mikið leyfi. Ég veit, það gaf alveg skotið á það sjálfur. Hann líka var, Raggi kunni ekki nöfnið á neinum bara frá því að hann var tvítugur bara. Já, það hefði ekkert með aldur að gera. Engin textar, engin nöfn. Bara hluti af karakternum, en hann var svona, ég satt svo ofta bak við að því ég var lítið að leika eftir hlið og þá komu hann og Ormur, ekki Ormur, Ómar, fyrir ekki Ómar minn þá komu hann og Ómar bílstjóri með honum og Helle konan hans líka hans Ragga og það var svo gaman og það var þær komu á barnum og komu með sörur og kaffi handa þeim og þetta var alltaf svona lítið kaffibóð þegar þið voru sveittin á sviði þá var ég í þessum hlunnindum og og hann var með meinlóku með nafni mitt og það var Agla og Halla og ýmislegt svona og Ómar bílstjóri segi hvað þetta? Eldstöð og mannstali nafnið hennar, Katla svo erum við að lappina á sviði Raggi að fylgjónum inn og þá segir hann, hvað var aftur nafnið eska mín? Ég segi Katla svo komum við inn og hann kynnir hljómsveitina og svo kemur okkur og Sigrún Jónsdóttir Hjördís Hjördís, já, kom Hjördís Ekki Hekla Nei, ekki Hekla, ekki Anna Nei, það var ekki Nála Hjördís og ég bara hneigði mig
sem Hjördís þetta kvöld. Já, og hefur gengið eftir því nafni. Já, ekki lána með nafnavalið. Já, ég kunni alltaf betur, mér finnst Katla eitthvað skrítið. Já, það eitthvað skrítið. Það passar ekki við þig. Það passar bara ekki við þig. Það var ekki að breyta þessu í þjóðskap. Nei, þetta var fellega skemmtilegt, þetta var algjör forréttindi að fá að... Þegar hann söng My Way í lokin, náði í endis mér, ég meina þá, við grétum alltaf. Þetta var eitthvað sögulegt moment, maður upplifði bara eitthvað svona, maður var eitthvað, að því að hann náttúrulega skilur var bara frá sko upphafi íslenskrar dægur tónlistarmenningar var hann í framlínunni. Algjörlega. Bara og hætti aldrei. Hætti aldrei, nei. Þú veist, þannig að þetta var einhvern veginn, þú veist, mann fannst maður vera bara stattur með einhverju svona hálfgóðsagnarkendri persónu þarna á sviðinu, sko. Man upplifði algjörlega að maður var með góðsagnarkendri persónu. Og ég man líka eftir sko munið þegar hann kom veikur einu sinni, það var eitthvað slappur í hálsinum og vissum smá að því og þetta var á sýningu 100 og eitthvað og þá eru orðið vanur því sem maður er að gera og hann eitthvað, við ætlum ekki að taka þetta lag, við ætlum að taka Fluguna. Og 1, 2, og við bara eldum. Já, hann kom alltaf bara, það er flugun í og svo bara, dósandi bara, wow! Ég man svona óttan í tónlistamönnunum, þú kannski kannast því að maður er svona, en þetta var alltaf á teinunum, sko. Það var alveg með þetta. Og maður sá að fólki í salnum fannst þetta frábært þegar voru að vitna. Og þetta er líka sér tilfinning að maður er vitnað einhverju. Já, nákvæmlega. Ég er á sérstakri sýningu, þegar fólk sagði við mig, ég var á sýningu þegar Raggi kom. Já, ég veit. Þá er alltaf, það? Já. Maður hélt þeim leik, sko. Já, nákvæmlega. Af því það var alveg þetta var alveg þannig, þetta var rosalega sérstætt og þess vegna var svo rosalega sérstætt fyrir okkur hennan hóp að kveðjan við fórum og sungum í jarðarförinni hjá hann. Já, nákvæmlega. Það er bara, þetta var svona draumi líka. Já, einmitt, nákvæmlega, eitthvað sem að gleyma aldrei. Ég fyrir 10 árum hefði aldrei trúið þessu. Nei, einmitt, nákvæmlega. Og held ég saman með ykkur. Já, það er bara algjörlega. Það var bara ótrúlegt, sko. Algjörlega. Og blessu sé minning hans. Sé minning hans. Elsku Raggi, sko. En eigum við þá ekki bara að fara að slá botnin í þetta? Jú, ég held það. Nákvæmlega. Þetta er búið að vera fellega skemmtilegt spjall. Ég vona að þið heima hafið haft gaman af. Við gætum setja hérna lengur og spjalla. Já, við ætlum nú að fara... Við erum bara svo leiðileg. Nei, já, bara, við klárum þetta bara á lagi en bara, við langar að segja bara takk allir kærlega sem að horfðu og takk allir sem að bara fylgdust með streymin okkar hérna í vor. Við erum nú búin að vera hérna með stífa dagskrá bara frá því að samkomubanni tók á. Ég held að við búin að vera með eitthvað hverjum einasta degi. Mikið af þessu er ennþá aðgengilegt og verður áfram inn í sumarið á vefnum okkar og YouTube-brásun okkar og svona. Þar meðal þetta. Takk kærlega fyrir áhorfið og svo bara sjáumst við í leikhúsi í haust. Er það ekki bara? Heldur betur. Hlakka til að sjá okkur. Hlökkum til að sjá okkur. Takk fyrir að horfa. Jæja, þá vorum við að fara á hendinu upp og maður fyrir hans að fikta í eyranu og svona. Hann sagði alltaf, maður hló alltaf að þessu, sama brandari. Já, skunnar, þið kunnið ekki textan, þá kann ég ráði því. Þeir hefur bara vararnar og mömfleið ykkur að vitlis. Ég búinn að gera þið 50 ára, enginn tekið eftir. Fólk heim í stofum á alveg taka undir. Endilega, nákvæmlega. Standiðu nú upp og svona. Bjössi, ef þú vilt syngja. Ég er að fara með aspa sinn. Já. Án þín, ég verð að myndi voðalegur róni, verstu hér á fróni. Án þín, ég sökkva myndi sökk og sína rýð í. Því þú mín auðna ert og allt er kalt og bert og allt er einskis verð. Án þín, án þín, án þín, ég sé lengur sólarljósið bjarta, sinni fegurð skarta. Án þín, ég gleðst ei þó að vorið skríði skó og það anga engin blóm og engin stjarna skín og allt er auðn og tóm án þín. Hann var ungur og átti heim í bænum, alltaf var hann á ralli nótt og dag. Hann var
var sendur í sveit í einum grænum svo á hann kæmi slag í fögrum draumi fyrst ég sá þig í fögrum draumi mun ég fá þig brosir þú bjartara en sólin Ave María Æja, nú syngja allir með hérna Komdu í kvöld út í kofann til mín þegar sólin sest og máninn skín Já, komdu hér einn því að kvöldið hljótt og blómin svo var sætt og rótt Við skulum vera hér heima og vaka og dreyma Vefur nóttin örmum hlýð og dag Heyrðu góða Verð ekki að horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt með því af lagleg mei mig lítur á Ég líti ekki bara alveg niður í tá og ef ég verði einni skoti Ég aldrei þora að segja nokkuð dól en leynda ós Ég ætla að segja þér að þú viljir reyna að kenna mér Ég þvírt að horfa svona alltaf á mig Ef þú meinar ekki neitt með því Ef þú meinar ekki neitt með því Ef þú meinar ekki neitt með því Já Þökkum Akka kærlega fyrir líka Takk fyrir spilirið og takk fyrir að horfa